Við höldum nú áfram að minna á loforð stjórnarflokkana fyrir síðustu kosningar, meðal annars loforð formanns Samfylkingarinnar áðurnefnd umdeilt eftirlaunalög. Ég var andsnúin þessu frá upphafi og ég mun beita mér fyrir því að hinum umdeildu lögum verði breytt og meira jafnræði komið á í lífeyrismálum ráðamanna og almennings. Ég legg áherslu á það að allir flokkar komi að þessu og við reynum að leiða þetta mál til lykta fyrir þinglok og svo verður bara komið ljós hvernig það verður best gert. Og þá að Sjálfstæðisflokknum, en í miðjum bensínhækkununum má nefna að meðalmála á stefnuskrá þetta. Þar segir efnahags- og skattamál. Sjálfstæðisflokkurinn telur að lækka í álögur á bifreiðeigendur. Ríkisstjórnin hélt upp á ársafmæli sitt helgina og við höfum fengið til okkar hingað tvo fulltrúa hennar, Geir Haarde forsætisráðherra og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, utanríkisráðherra. Velkomin. Takk. Já, þið voruð að horfa á fréttina hérna áðan og kannski byrjum á margspilaðri frétt, getum við sagt, þar sem að Ingibjörg Sólrún fer með eitt af kosningalóðunum sínum. Geir, þú kannski fyrst, hvað finnst þér þennan fréttarfréttin? Mér finnst þetta nú bara hneyksli hvernig þið hægið ykkur hérna stöð 2 í þessu máli. Og þetta náttúrulega ekki fréttaflutningur, þetta einelti og miklu skildara málflutningi heldur fréttaflutningi. En málið sjálft að þá það í vinslu, okkar í milli og við höfum verið ágætum samtölum og samstarfi við formenn hinna flokkana og munum halda því áfram og á endanum munum við finna viðunandi lausn á þessu máli. Já, þetta klárast núna fyrir þinglok eða ekki? Já, það ekki að klárast í sjálfu sér breytingar á eftirlaunalögunum en ég held að við séum að koma þessu máli í ágætan farveg þannig að það komi fram breytingar á eftirlaunalögunum og það hlýtur nú að vera það sem að máli skiptir í þessu sambandi, það að lagfæra svona verstu agnúana við þá lagasetningu og ef við getum náð saman það þvert á flokka þá hlýtur það bara að vera fagnaðarefni að það takist. Geturðu sagt okkur í svona tiltölulega stuttu máli hverjir helstu agnúarnir eru á þessu frumvarpi eða þessum lögum eins og þau nú eru að þínu mati? Já, það má nefna til dæmis það sem ég hef nú áður tiltekið, það að það gert ráð fyrir því að þingmenn og ráðherrar geti farið á eftirlaun allt niður í 55 ára aldur, þannig að það miklu neðar aldursmarkið hjá þeim heldur en svona almennt gildir og það var fært talsvert neðar við breytinguna árið 2003. Það má nefna líka það að það hægt að fara á eftirlaun og hafa á sama tíma laun frá ríkinu, það að vera á sérstofn tvöföldur launum, bæði eftirlaunum og taka laun síðan úr ríkissjóði og ég held að það sé eitt af því sem að stakk mér mjög í augu. Það var sjálfur sér ekki nýtt ákvæði en það varð svo sýnilegt þegar aldrei var ferður svona niður. Nú virðast flesti vera sammála þetta. Hversu vel geta breyta þessi bara strax, núna fyrir þinglok? Já, það eru fleiri sjónarmið sem koma inn í þetta og þetta bara Hver eru þau sjónarmið? Tímafrekt ef menn vilja ná öllum flokkum saman máli. Það til dæmis þeir sem vilja ganga miklu lengra eins og birtist í frumvarpi Valgerðar Bjarnadóttur og fara með þetta kerfi aftur fyrir það sem var í gildi þegar lögin á undan voru samþykkt 1965 og það alls slík sjónarmið, það hinur þessir aðilar að reyna að gera sér mat úr slíkum breytingum en við höfum rætt þetta í mikilli einlægni við formenn hinna flokkana og ég alveg viss það að við munum á endanum og áður mjög langt líður geta komið með breytingar þarna sem að vonandi sem flesti verða sátti við. En mér finnst líka svo merkilegur í rauninni þessi fréttaflutningur, ef svo má segja, því það auðvitað alveg rétt eins og forsætisráðherra segir að þetta málflutningur, þetta í rauninni áróður því það engin nýtt í þessu, það engin frétt sögð í hvers skipti sem þetta birtist. Það alltaf sama fréttin sögð. Þannig að það getur ekki verið talið svona eitthvað fréttnæmt í því, en það sem ég segi þarna að ég vilji býta við. Að málið skuli ekki hafa gengið hraðar fyrir sig fyrst það var svona mikill vilji fyrir því að en það bara ekki það sem fréttin gengur út á. Hún bara spilar það sem ég sagði, það að segja að ég vilji beita mér fyrir að fyrir breytingum á hinum umdeildu lögum og það ég að gera. Eina fréttin skipti það hvað eru margir dagar til þingloka. Talan breyttist úr 10 síðast í 3 daga núna. Það verðist vera eini fréttapunkturinn í þessu. En hvað með þinglokin? Þarf þingið eitthvað að fara heim? Var ekki bara hægt að lengja það síðu og klára þessi mál sem að setja eftir þessu venjulega? Við höfum sett okkur starfsáætlun sem var samþykkt í fyrir gildi fyrir þetta þing allt saman. Og forseti þingsins beitti sér fyrir sérstökum breytingum á þingsköpum sem gera það að verkum að þingið mun koma saman aftur í byrjun september, þar að segja yfirstandandi þing.
til að geta klárað ýmis mál sem ekki ná afgreiðslu núna í vor. Og svo kemur nýtt þing 1. október. Þetta held ég að hafi verið mjög til bóta og það kannski léttir aðeins pressunni af þessum síðustu dögum vorþingsins vegna þess að það er þetta flýta einhver mál þarna fram í september. En auðvitað er bara ennþá skipulag þingstarfa þannig að stjórnarandstaðar reynir að byggja upp pressu undir þinglokinn til þess að geta komist í samningsstöðu við okkur. Og við erum náttúrulega að tala við þá þessa dagana, bæði formenn og þingflokka og formenn flokkana og forseti þingsins til að reyna að finna einhverja niðurstöðu sem að gera það verkum að mikilvægustu mál ríkisstjórnarinnar komist áfram og hugsanlega eitthvað málum frá stjórnarandstöðunni og þá getur verið að við þurfum að semja eitthvað bíði. Það við hljótum náttúrulega alltaf að reyna að leggja mat á það hvaða mál eru það sem við teljum að þoli ekki bið og þurfi að afgreiðast núna á þessu þingi. Svo er það auðvitað ljóst að það geta verið önnur sem að hugsanlega mega bíða fram í september. Eitt þeirra mála sem augljóslega þolir ekki bið það er efnahagsástandið og efnahagsmálin og nú kom fram í fréttum áðan að fram er komið frumvarp 500 milljarða lántöku heimild til handa ríkisstjórnarinnar. Hver ætlar að lána ykkur þannig pening? Sko, þetta mál er hugsað þannig að við viljum afla okkur svigrúms til þess að geta farið í lántökur innanlands eða utan þegar að aðstæður eru til þess heppilegar. Og vegna þess að það er ekki nægilega rúm lántökuheimild í fjárlögum ársins, þessar heimildir eru yfirleitt í fjárlögunum, að þá er farin sú leið að leggja fram sérstakt frumvarp auka lántökuheimildi. Og það verður að gera það vegna þess að það samkvæmt stjórnarskrá þarf að laga heimild fyrir lántökum ríkisins. Þannig þess vegna er þetta nú komið fram og þessi tala 500 milljarðar er svona þetta er náttúrulega gríðarlega há upphæð, þetta er hærra heldur en fjárlög ársins til þess að við getum haft þetta svigrúm og nýtt okkur það þegar markaðsaðstæður eru hæfilegar. Það er mjög ólíklegt að við förum og tökum slíkt lán í einu vetfangi enda ætlum við að skipta þessu milli erlenda markaðar eins og innlendra markaðar vegna þess að það vantar ríkisskuldabréf út á markaðin hérna, mikil eftirspurn eftir þeim. En hver mun lána okkur þetta? Það verða væntanlega góðir viðskiptaaðilar út í heimi sem að telja sér hægja því að lána íslenska ríkisins. Kannski til að koma þessum upplýsingum á framfæri að þetta standi til og reyna að kæla... Það gerist alveg sjálfkrafa. Það er kannski hluti af þessu að reyna að þetta hafi þá okkur ábein áhrif. Ég sagði frá þessu gæri í þætti hjá keppinu út ykkar í Silfur Egils og það var komið út allt eins og skot og síðan kemur upphæðin núna fram í þessu frumvarpi og það verður gott samstarf vænti við stjórnarandstöðuflokkana að afgreiða þetta mál hratt og vel vegna þess að þetta er líka hlutur sem þeir hafa verið að biðja þó að Vinstri grænir hafi talað 80 milljarða en þarna erum við talað 500. Er ekkert gremilegt fyrir þig sem fyrirrennandi fjármálaráðherra í mörg ár og að sífellt að borga niður skuldir standa fyrir því svo loksist það er búið þá þarf að taka Nei, sjáðu, þetta er ekki eyðslulán. Þetta er lán til þess að setja í sarpinn, til þess að eiga sem varaforða og þess vegna munum við endurfjárfesta það og hafa því tekjur á móti. Við ætlum ekki að framkvæma fyrir þessa peninga eða í rekstur ríkisins. Það er raunar mjög mikilvægt þetta sem að forsætisráðherra er að segja hér, að það er verið að byggja upp viðbúnað í landinu, en ekki verið að taka þetta láni til þess að verja þessu í rekstur hjá ríkinu. Og það er þessi viðbúnað, bæði þessi 1,5 milljarður evra sem við fengum í gjaldeyrisskiptasamningum hjá norrænu bönkunum og svo eftir þetta, þá erum við að sýna, getum við sagt umheiminum, hvaða viðbúnað við getum dregið á ef að áþarf að halda og þetta er kannski svolítið eins og í viðbúnaðarkapphlaupinu, það skiptir máli að byggja þetta upp en ekki endilega nota það. Sérðu fram á að það kom einhver sérstök áhrif af þessari heimild eða þessum mögulegu lántökum ríkisstjórnarinnar strax? Já, það er ómögulegt að segja, það er alveg viðbúið að það gerir það við vitum svo sem ekki aldrei alveg hvernig markaðurinn reagerar á svona hluti. Það er ekki verið að krónan styrkist eitthvað við þetta, við vitum það ekki. En þetta er semst ekki eyðslulán. Hér á árum áður voru tekin allskyns erlend lán til þess að fjármagna hluti hérna sem innanlands sem voru mjög vafasamir. Ég man eftir því að það var tekið lán til þess að fjármagna meðlagsgreiðslur innanlands. Það var eins og tekið lán til þess að borga útflutningsuppbætur. Sem var náttúrulega fáránlegt að taka lán í útlöndum til að borga lambakjöt og í sömu aðilana. Niðurgreiða það. Þetta er allt liðin tíð. Það ætlar enginn eiga sjóðun nema þurfa hugsanlega að nota hann allavega og ég meina er ekki eins og það að bankarnir, það tala maður ekki um þetta sé til þess að bjarga bönkunum en eiga þeir ekki bjarga sér sjálfur? Jú, þetta er ekki peningar sem að eiga að renna áfram til bankarna. Þetta er bara verður hluti af gjaldeyrisvarasjóði landsins og við munum endurlána Seðlabankunum væntanlega góðan hluta af þessum erlenda fjármagni og síðan munum Seðlabankin
endurfjárfesta þetta. Voru mistök að gera þetta ekki fyrr og í kannski skömmtum? Ég vil ekki segja það. Við mörkuðum þá stefnu árið 2006 í fyrri ríkisstjórn að byrja að byggja upp gjaldeyrisforðann. Við tókum 1 milljarð evra að láni sem er þá 115 milljarðar eitthvað svoleiðis núna í dag og auðvitað þurfum við að gera það jafnt og þétt. Það er alveg rétt en það var stór skref stigið þarna fyrir tæpum 2 árum. Það hefur talsvert mikið verið talað um það að stjórnarflokkarnir virðist vera ósammála ýmis mál. Er þetta ekki veikleikamerki út á við þegar þið deilið mál eins og bara í síðustu viku hvalveiðimál? Nei, ég held að sko, ef að menn vilja auðvitað horfa á þau mál þar sem að okkur er meiningamunur, þá er eflust að það draga upp þá mynd að flokkarnir séu ósamstíga. En ég held að menn ættu frekar að horfa á það sem að við höfum sammælst sem er auðvitað gríðarlega margt. Og þessi ríkisstjórn, hún er búin að hrinda í framkvæmd eða koma í farveg 80–90% af þeim málum sem skrifað var í stjórnarsáttmála. Og báðir flokkar voru mjög ánægðir með stjórnarsáttmálan og flokksmenn almennt mjög ánægðir með það sem þar fór inn. Og það er búið að vera framkvæma hérna, sko eins og ég segi, 80–90% af þessu. Mikilvægar umbætur á sviði velferðarmála, styrkja hérna rannsóknarsjóði og tækniþróunarsjóði fyrir hið nýja atvinnulíf. Steingrímur J. Sigfússon vildi nú meina það í Silfur Egils í gær að þetta væri nú kannski ekki svo merkilegt að því að þessi stefnuskrá ykkar væri svo þunnt plagg og það ætti frekar að horfa á kosningalofurinn sem hefur fallið. Það er nú ekki alltaf þyktir á blöggunum sem skiptir máli, heldur það sem í þeim stendur. Og það var auðvitað fjölmargt í stjórnarsáttmálanum sem skipti gríðarlega miklu máli og ég nefni eins og ég segi á sviði velferðarmála og við erum að koma til framkvæmda í góðu samstarfi. Þú sem fundarstjóri minnstakosti er ekki meira í ríkisstjórninni, hefur einhvern heimil á þínu fólki? Ég meina þau geta bara talað út á sögur þínir ráðherrar og á móti þínu málflutningi? Nei, sko það skiptir máli hvers eðlis slík máli eru. Sum máli eru þannig í eðlisínu að ríkisstjórnin standi að falla með þeim. Og önnur mál eru léttvæg og ég tel að 40 hrefnur til neyslu á innanlandsmarkaði sem mjög lítið og léttvægt mál. Gafstu Ingibjörgu Sólrúnu í raun og veru heimild til þess að koma þannig fram í Við vissum það að það væri þarna ágreiningur og ræddum það að það væri ágreiningur þetta mál og auðvitað er þetta er ekki einn flokkur, þetta eru 2 flokkar sem eru að vinna hérna saman. Við vinnum, sjávarútvegsráðherra réttara sagt hefur unnið þetta hvalamál á grundvelli þingsályktunar frá Alþingi. Já, hún er síðan hvenær? Hún er frá 99. Já, nú það hefur ekkert nýtt. Hefði ekki þessi nýja ríkisstjórn þurft að setja saman og finna sér sameiginlega niðurstöðu sem að var... Við einu sinni ræddum þetta ekki í stjórnarmyndunarviðræðunum. Þetta var nú ekki stærra máli en það. Við teljum nú að við höfum farið yfir langflest stærri mál í honum. Endurspeglast í þessu kannski misjafnir stjórnarhættir þínir og Davíðs Oddssonar. Maður man ekki eftir svona uppákomum eða ágreiningi í hans ríkisstjórnum? Ég skal ekki segja það en ég meina þetta var náttúrulega ágreiningur hvalveiðarnar alla tíð búið að vera og menn voru að reyna að koma þessari þingsályktun í gegnum þingið, það tók mörg ár. Svo var hún samþykkt í hans tíð 1999 en það voru ekki allir að hrifnir af því náttúrulega. Sko, þið verða að gera greinarmun á stórum málum og litlum, það er aðalatriðið og það er það sem við gerum hér í okkar samstarfi. Við leiðum mál til lykta og höfum gert hérna fjölda mála þó að það hefur ekki endilega komist í veg. Nú er eitt risastórt mál sem heitir Evrópa og Evrópusambandið. Við erum sammála með ósámála það er skrifað það í stjórnarsáttmálanum. Það leiddu við til lykta í stjórnarsáttmálanum. Þið megi vera ósámála þar, þið þurfum ekki að ráðfæra ykkur. Já, það er alveg, og það er auðvitað mál sem að menn eru ósámála í kannski í öllum flokkum, það er svolítið þverpólitískt að ýmsu leyti. Og það er bara mikilvægt, við skrifum í stjórnarsáttmálanum að við ætlum að halda hér uppi opinskári umræðum þessi mál og meta alltaf stöðuna og það gerum við. Ég tók eftir því daginn, þú varst inn í Valhöll að færa rök fyrir því að við ættum að standa utan Evrópusambandsins og af því að við ættum að halda stjórnartaumana þessi stjórntæki, efnahagsstjórntæki sjálf. En þau virðast ekkert vera að virka hvort þau er hjá okkur. Jú, þau gera það til dæmis núna. Ég er alveg viss um það að þetta ástand sem við erum í núna varðandi verðbólgu og annað ójafnvægi hér, það mun hraðar yfir heldur en að það hefði gert ef við værum bundin af gengi evrunar og síðan vaxtastefnu Evrópska seðlabankans í Frankfurt. Við höfum hérna meiri sveigjanleika heldur en flestir hafa innan þessa myntkerfis og nú menn meta það misjafnlega. Sum lönd segja við viljum frekar hafa stöðuleikann sem fylgir þessu myntkerfi og sætt okkur það við meira atvinnuleysi eða minni hagvöxt. En við höfum farið aðra leið í þessu og krónan okkar og sveigjanleikin sem henni hefur fylgt er afar mikils virði, finnst mér. Fólk hefði þá lægri vexti líka á þess að framvegis.
Það er reyndar, já, það má segja það eins og staðin er núna, en það er ekki þar með sagt að það sé alltaf heppilegt þegar að það er mikið þensla hér að það var þá lægri vexti. Þegar við horfum yfir árið, það er ýmis stór mál sem hafa komið upp og það var skýrsla Hafró og niðurskurður á þorskótunum og það er þessar efnahagsstrengingar sem við höfum gengið í gegnum og það er þetta eftirlaunamál sem að ekki er til lykta leitt og ýmis fleiri. Það er nú kannski ekki þrengingar. Kannski minni og stærri mál, skulum við segja. Það er eitt mál sem fór ansi hátt í vetur leið og þið fóruð hátt með leiguþotu til útlanda. Og þá lést þú þau orð falla, Geir, að þér þætti venjulega umræða menn og málefni í stjórnmálum hér ekki vera neitt sérstaklega merkileg og þetta væri nú dæmi það. Já, þá átti að sagði ég, þetta væri á frekar lágu plani og mér finnst það og við erum búin alltaf margfæri yfir þetta var hagkvæmasti kosturinn í stöðunni fyrir okkur og það er ekki deila meira það að segja. Sko, en hvað með þessu umræðu? Hvað segir þú, Ingibjörg? Finnst þér þessu umræðu menn og málefni í pólitík vera eitthvað hálfa ómerkileg? Erum við alltaf leiðileg við ykkur og erum við alltaf ósakjör? Nei, en sko mönnum hættir svo til að horfa á það sem kannski skiptir svo litlu máli í heildarmyndinni og það sem að sko eru svo litlir hagsmunir í húfi. Við tökum þetta stóra þotumál, ef við getum orðað það sem svo, að þá var þetta orðið aðalatriði að því þarna er þota, þetta er einhver vél með þoturhreyflum sem er flogið með til útlanda, en það er alþekkt að þingmenn til dæmis, kannski sömu þingmenn og voru að gagnrýna þetta, hafa verið að taka hér á leigu vélar til að fara hér innanlands eða fljúga til Færeyja og keppa í fótbolta. En af því það eru vélar með skrúfuhreyflum en ekki þoturhreyflum. Þá er það í lagi. Hefði kannski mátt tilkynna þetta bara fyrirfram að þetta væri þessi form og rökstuða það í staðinn fyrir að gera það eftir? Já, eflaust mátt gera það. Okkur fannst þetta ekki skipta það miklu máli. Ég og eins og aðrir ráðherrar hefum til dæmis nýtt okkur flugmálastjórnar þegar ástæði hefur verið til þess. Ég fór á henni til dæmis til Svalbarða með förunetti mínu þegar það var forsætisráðherrafundur. Og engin skandall á því? Nei, auðvitað ekki. Og hvað á maður ef að flugmálastjórn skiptir flugvél og kaupir þotu í staðinn fyrir þessa? En það er líka annað, það er þessi umræða utanlandsferðir og maður getur alveg út af fyrir sig skilið það og það er mikilvægt að okkur sé veitt aðhald á ýmsum sviðum en það að horfa svona á utanlandsferðir þá er ekki verið að horfa til þess að við erum að sinna skyldustörfum og þessi skyldustörf þau gera stundum verkum að mann ber upp í flugvél og maður verður að fara upp í flugvél til þess að geta sinnt þessum skyldustörfum. Maður er ekki þar með að leggjast í ferðalög. Ég meina sjómaður sem er í millilandasiglingum eða flugfreyja sem fer upp til útlanda vegna skyldustarfa sinna, hún er ekki í ferðalög, hún er að sinna sínu störfum. Við erum að reyna að gera það líka. Já, erum við að klára þetta? Þú segir nokkuð. Já, er það að fara til hann? Er það Alþingi? Ég er að fara í Alþingi en... Ég verð að játa það, já. Ég keypti mér miða tónleika Dillans fyrir löngu síðan og ég má til með að fara og svo kem ég bara í þing og eftir. Já, ég var aldrei neitt sérstaklega mikill aðdáandi þess. Það greinir okkur á. Það er ágreiningsmál. Það er eitthvað ágreiningsmál sem þið hafa greinilega... Enn eitt stórmálið. Þið hafa greinilega ekki leitt þetta til lykta. Þið kannski gera það bara hérna eftir. Kæra þakk fyrir komuna.